Let's go. Þá siglum við inn í síðasta hlutan á þessum þætti hérna Þór. Hingað til mín í setti er ég kominn með unga leikmenn hjá félaginu, Loft og Óskar. Velkomnir strákar. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Hvernig er stemmingin í hópnum núna? Hún er bara mjög góð. Það hefur gengið vel núna í sumar og þannig að stemmingin er bara rosalega góð. Það voru mjög stór skörð hoggin í liðið fyrir tímabilið og miklar breytingar á hópnum. Það kannski skapaði svolítið pláss fyrir yngri leikmenn. Það er það sem að ungi leikmenn vilja sjá, þeir vilja fá tækifæri til þess að spila, ekki satt? Jú, algjörlega. Við erum alveg með 3 eiginlega utanaðkomandi. Ég frá Vestmannaeyjum, Alvaro og Nacho. Hinir búin að vera mjög lengi í liðinu. Þannig að það er mjög góð randi á móðurlega liðinu. Eru þið duglegir að gera eitthvað utan við leiki eða er þetta bara mæta æfingar og spila? Sko, hún hefur verið svolítið stíf dagskrá núna í sumar en þegar hafa komið glufur til þess að gera eitthvað, þá erum við með ótrúlega flotta stjórn sem hefur verið að skipuleggja og reynda að gera eitthvað saman með liðinu. Búin að fyrir sjóstöng og póker og það hefur verið að reyna að gera þegar tími gefst til. Nú hafið þið báðir spilað með landsbyggðarliðum utan við Þór líka, Vestmannaeyjum og Stólunum. Hvernig er að vera leikmaður á landsbyggðinni? Er þetta öðruvísi en á höfuðborgarsvæðinu haldið þið? Sérstaklega í Vestmannaeyjum. Það var að fara með Herjólfi á veturnar hver einustu helgi. Á land og keppa, þannig að það var fegin að vera laus við það allavega. Þannig að það er mjög þægilegt, en jú, kannski aðeins erfiðara. En eins og líka hjá Þór, maður þarf að keyra hver einustu leik í bæinn. Þannig að það hefur sína kost og galla, sko. Ég hef búið í Reykjavík líka, sko, og verið að æfa með liðin þar, sko. En eins og móralslega séð finnst mér landsbyggðarliðin miklu skemmtileg. Þéttir hópnum vel saman, eins og keyrir leiki. Eins og Vestmannaeyjum farið með Herjólfi og keyrir alltaf í leiki. Mér finnst það mér miklu persónulegra andrúmsloft og það hentar mér miklu betur heldur en að vera til dæmis eins og ég hef kynnst, ég hef náttúrulega aldrei spilað með liði fyrir sunnan, bara æft með. Manni finnst maður alltaf vera svona út úr hópnum einhvern veginn. Man er einhvern veginn ekki í tengingunni við liðin eins vel og maður gerir á landsbyggðinni, finnst mér. Síðan kannski maður bara að líta á þetta þá svolítið jákvætt bara og nota þetta sér í hag þessi ferðalög. Jú, algjörlega. Klárlega. Eins og maður er alltaf búinn að vera í þessu síðan maður var 6-7 ára að ferðast svona, þannig að þetta er náttúrulega bara venjulegt fyrir manni, þannig að maður er kannski ekkert eitthvað að kippa sér upp við að maður þarf að fara í 5 tíma rútu, sko, maður er náttúrulega bara leggur sig eða les bók eða hvernig sem það er, skilju. Þetta er bara voða hefðbundið, sko. Hvernig haldið það sé fyrir leikmenn á landsbyggðunum að gera sig svona sýnilega fyrir landsliði og atvinnumennsku? Haldið það sé erfiðara út á landi? Sko, ég held að það sé orðið meira, þeir eru meira að ferðast núna til þess að skoða. Það er miklu hallirnar komnar og svoleiðis, þannig að það er auðveldara að koma og sjá leiki hjá yngri krökkum og þá eldri leikmennum líka, sko. En manni fannst það alltaf þegar maður var yngri, sko, að það væri alltaf bara að vera að pikka þessar leikmenn sem verður fyrir sunnan, sko. En KSÍ byrjaði nú með fyrra eða hittifyrra og Dín Martin fór hann hringinn ykkur landið og skoðaði leikmenn og fekk að sjá fleiri og fleiri til að pikka inn í unglingalandsliðin. Mér fannst það mjög vel gert hjá hann. Ég hef séð núna yngri landsliðsþjálfara vera að mæta í til dæmis Bogan og vera að sjá æfingarleiki eða hvernig sem það er og horfa á leikmenn til þess að... Og kannski snúa þessu við líka eins og hjá Þór núna sem er að gefa ungu leikmönnum tækifæri. Ef maður fær tækifærið og getur gripið það, snýst það að nýta það. Já, klárlega. Já, það fá allir tækifæri, snýst bara hvort maður nýtið ekki. Eru þið, nú fyrir tímabilið áttu kannski ekki margir vonað því að þið eruð við toppinn á deildinni með breytingarna sem urðu á hópnum. En þið heldur betur sýnt fram á annað. Já, ég fann bara liðið small strax í byrjun og við erum ennþá að taka framförum og vonandi ná að sýna það líka núna í seinni umferðinni. Mér finnst holningin á liðinu svo rosalega góð. Svo jákvæðni, við erum allir á sömu blaðsíðu og erum allir að gera þetta saman, sko. Það var engin efi fyrir tímabilið í hópnum? Nei, langt í frá. Ekki neitt, sko. Við vissum bara, tókum einn leik í einu og byrjuðum vel og héldum þau áfram. Já, eins og kannski ástæðan fyrir að það
okkur var kannski ekki spáð eins góðu gengi því að það var náttúrulega rótering á liðinu og við náttúrulega fullkláruðum ekki að finna leikmenna samninga fyrir en bara seint þegar Lengjubikarinn var búinn. Þannig að það var kannski ekki alveg komin mynd á hvernig við myndum verða í sumar sko, fyrir en það bara mótið byrjaði sko. Þannig að það kannski, en eins og segi við bara ótrúlega góð holding á liðinu, þannig að þetta small einhvern veginn bara saman. Kannski minni pressa líka fyrir vikið? Jú, algjörlega. Jú. Það var okkur að spáð, hvað, 7. sæti eða eitthvað? Já, 7. held ég. Já. Þannig að það var enga tapa. Enga tapa, nei. Svona fyrir, ef við horfum fram á seinni hlutan á tímabilinu, þá er það kannski hvað heimavöllurinn sem þyrfti að lagast, gera hann meiri gryfju? Jú, ég held það. Fyrstu leikinir, við náum ekki nógu góðum úrslitum í byrjun móts, en svo fór þetta aðeins að lagast. Fyrst útileikinir, við töpuðum ekki útileik fyrir núna á móti IA, þannig að við höfum mjög sterkir úti og mjög þéttir saman. Já, það er já. Það þarf aðeins að líma fyrir markið á heimavelli. Já. Nú eru Þórsar svolítið þekktir fyrir þetta hugafar að berjast fram í rauðan dauðan, deyja fyrir klúbbinn og allt það. Nú komið þið einhvers staðar annars staðar að en dettið inn í þetta hugafar. Er þetta kennt á æfingum eða hvernig fer þetta fram? Ég held að þetta sé meira bara andrúmsloftið í kringum félagið. Já, menn búast við þessu bara. Gera allt fyrir klúbbinu, gera allt á æfingum og leikjum og leggja menn sig vel fram. Sko, Þórsfjölskyldan býður ekki upp á neitt annað, sko. Heldur en svoleiðis hegðun, sko. Þetta er ekkert eitthvað bara æfingum tengt, sko. Þetta er bara svona allt í kringum félagið. Það er bara gert að fullu og 100% hug. Þið finnið það, þorpið er með bara, fólkið er með. Já. Já, það sást bara þegar við fórum að spila á móti Magna, þá voru einhverjir 800 eða eitthvað áhorfendur og bjuggu 300 á svæðinu. Þannig að það er svona grannar slagur, það mæta allir. Það lítur að vera skemmtilegt líka fyrst að Þór og Káa geta nú ekki mest í sömu deild að hafa smá nágrannaslag. Þetta eru sérstakir leikir. Það er það. Það kemur næsta ári. Ótrúlega skemmtilega leikir. Ég hef spilað á nokkra á móti Káa og það er alltaf hjá gaman. Það er bara ekki hægt að lýsa því, sko. Hvernig, nú komið þið inn í bæinn, upplifið þið þennan ríg í bænum milli Þór og Káa? Já, ég öfunda fólk að geta ekki verið með þessa ástríðu fyrir þessum ríg, sko. Ég áttaði mig ekki á þessu alveg fyrst, en svo fyrir ég að sjá meira og meira hvað fólki það er virkilega rígur á milli hérna. Þetta er svo í Vestmannaeyjum í gamla daga þegar var Þór og Týr, þá voru menn að kveikja í bílum hjá okkur öðrum og það var alveg bara algjört rugl, sko. Þetta er svona gaman að sjá hvað... Svona á þetta við. Já, gaman að sjá hversu þetta fer líka niður í yngri flokkana, sko. Já. Eins og á mótunum og svoleiðis, það er bara verðum að vinna Káa eða Káa verður að vinna Þór og svona. Það er gaman að þessu, sko. Gefur svolítið lit, sko. Þannig að þið sem ungi leikmenn, þið getur líka bara votta fyrir það að það er gott að koma og spila fyrir Þór og bara lærdómsríkt. Já, klárlega. Ótrúlega gott. Nú er bara tíminn því miður runnið frá okkur, þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og þakka ykkur áhorfendur kærlega fyrir samfylgdina í þessum þætti. Sjáumst í næsta þætti.